Birgir, hvað það sem fyrir úrskýðis í seinni hálfleiknum? Já, það er góð spurning, það er erfitt að segja en eins og við spilum í fyrri hálfleikin þá byrjuðum við alveg rosalega vel. Við vorum að spila mjög góðan sóknarbolta og vorum aggressífir í allan fyrri hálfleikin og svo mjög erfitt að segja hvað gerist. Við verðum að kíkja á teipið og sjá hvað gerist. Þið eru náttúrulega búin að eiga frábæra undankeppni og eru hungrar í árangri en þið eru væntanlega alls ekki sáttir með þessu úrslit? Nei, alls ekki. Við viljum vinna riðil og til þess þá þurfum við að vinna þessa leiki. Sérstaklega móti þessu liði í dag. En aftur á móti þá voru þeir bara mjög fínir í seinni hálfleik og við ekki nógu góðir. Svona gerist þetta. Var eitthvað erfiðara að mótivera sig þegar þið vitið að þið eru komnir á EM? Var þetta meira bara eins og að spila vináttuleik eða voruð þið alveg? Nei, alls ekki. Eins og ég sagði, við viljum vinna þennan riðil og við sást það alveg í fyrri hálfleik. Við komum út í 100 og vorum að bara spila frábæran fótbolta en ég held að sé engin hungrar í þessum hóp. Við viljum meira og við viljum vinna þennan riðil. Þráttur að vera komin á EM kannski smá vonbrigði að hafa fengið einungis 2 stig út úr leikingu Kasakstan og Lettland á heimavelli. Já, ef þú horfir á liðin, svolítið sérstakur leikur síðast að við á móti Kasakstan, við þurftum bara 1 stig og gerðum okkar vinnu. Vorum ekki með lélegan leik, við vorum með fína leik. Seinni hálfleikur í dag var alls ekki nógu góður og við verðum bara að læra því og kíkja á teipið í kvöld. Kannski ágætt fyrir liðið að fá þegar það allt búið að ganga svo vel og allt í blóma, kannski ágætt að fá svona smá tusku í andlitið, menn læra því líka? Já, maður lærir öllum töpum sem maður fær og ég veist ekki að við erum eftir að fara vel í gegnum það og læra af þessu.